I'm gonna make this place your home, segir Philip Phillips hér, Idol-stjarna Bandaríkjanna. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hafði göngu sína þennan drottinstýrðar miðvikudaginn og talandum að vera komin heim og þá hann einmitt mættur hér, hann Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Já, þakka kærlega fyrir það. Góðan og blessaðan daginn. Já, PJ Sigfusion eins og kallaði í útvarpinu. Nei, ekki lengur. Ekki lengur? Nei. Nú, varstu að hætta með það? Já. Hvernig tókstu það ákvörðun? Bara núna, þeir eru á leiðinni hingað. Nú, það ekkert annað. Þú ert ekkert búin að segja mér það. Hvað þá nýja nafnið þitt? Peter Johan. Já, ok. Bara Peter Johan. Þú ert alltaf fastur í PJ eitthvað. Já, eða sko, þá varst þú sem byrjaði með það sjálfur, PJ Sigfusion. Já, það kjaftaði. Já, ok. Þú ert ekki hrifin af því lengur? Nei, ok. Það var fíblalegt. Já, þú ert... Þeir láta að taka mig alvarlega og frá með deginu í dag það Peter Johan. Peter Johan, ok. Þú ert reyndar klæddur þannig líka núna í dag, en svo vil ég láta að taka alvarlega. Þú ert ertu byrjar að vinna svolítið með þetta? Þú ert í peysu og svo ert í skyrtu undir peysunni. Já, þetta svona eitthvað, bara þetta rasl sem að ég fann sko, bara stökk í þetta svona þegar ég voru leiðin út. Já, ok. Þetta ekkert eitthvað tiny little thing sem þú kallar bara fashion. Nei, alls ekki. Þetta eru bara einhverju larvar svona, eitthvað gammalt drast sem ég átti heima bara. Já, ég samt að fíla þetta nýja lookið. Þú ert að vinna meira með þetta. Já, ekki alveg verið. Það eins og ég segi, það var engin pæling á baku þetta sko, engin hugsun. Nei, en það samt svona, þú ert fann að klæða eins og fertuðu maður núna. Já, það nú einu sinni þannig með mig að það alveg sama í hverju ég er alltaf töff. Já, það reyndar hárrétt þér. Þér tekst að gera allt svalt einhvern veginn. Það hefur alltaf verið þannig. Þannig kom. En við erum með dúmdur þáttandekur í dag, kæru hlustendur og það er svo mikið að vera hjá okkur að ég er ekkert viss að komist bara í þetta allt saman. Nei. Það er karaoke að sjálfsögða sínum stað og fólk að dæla lögum inn á Facebookinu og þið getið hent líka einhverju lögum inn á Twitterin hjá mér eða þau eru með einhverja góðar hugmyndir. Það er komið fullt af góðum hugmyndum. Já. Svo er Tong á sínum stað og ég hringdi með Tong fyrr í dag og ég lofa ykkur veislu þar, kæru hlustendur. Það var æðislega símtal. Tong var að reyna að fá að fara með hundin sinn í rútuna hjá BSI og þið heyrið þetta bara hér eftir. Það er Tong fyrir á kostum, ég lofa því allavega. Hann var óánægður með þetta. Já, hann var ekki sáttur við hvernig var talað við hann. Nei, það voru líka fleiri óánægður með hann. You raise your voice to me. Það var meðal annars lína sem hann hendi í. Við erum með, Gunnþór líka eftir langt og gott frí. Langt hlé ekki á honum og hann kemur tvíeldur tilbaka. Já, hann er ekki sátt við Orkuveitur Reykjavíkur. Þú skal engan undra. Komin tími til að láta þá heyra það. Því líka partíið sem er búið að vera, það er í gangi maður. Það er bara ennþá partí. Og hver borgar brúsann? Þú og ég. Almenningur. Já. Það er bara þannig. Og Sindri Sindrason. Og Sindri Sindrason í Íslandi í dag. Hann líka borgar brúsann. Já. Og svo ætlum við líka að fara í, Blödsör. Hann ætlar svona að við ætlum að tengja það eitthvað við Blómabúð. Blödsör. Já, hann er hann, virkilega skemmtilegur karakter. Þannig að það er bara hellingur að vera. Svo er líka sturlaðar staðreyndir og Sveppi sagði orðrétt í gær að þú væri svo vittlaus að þú myndir ekki fatta hvaða sturlaða staðreind væri vittlausa. Ég kom með nýtt fyrst í sturlaða staðreindir. Ég les 10 og eina þeim er algjört rugl. Gat hann fundið það út? Já, hann fattaði í gær. Hann sagði að það hefði komið 20 greina og náða að skjóta rétt. Ég gef honum það. Sagði hann þetta svona, orðrétt? Pétur er svo vittlaus að hann á aldrei eftir að fatta. Já, hann sagði að þú eru búin að gleyma öllum 10 staðreindunum þegar ég væri búin að lesa þér hvort þið er. Það er svo kærulega svo vittlaus, held ég að veri hans orð. Það er nú reyndar dálítið mikið til í hjá honum. Nei, ég er ekki sammála honum. Þú ert langt frá að vera vittlaus. Þetta er allt sama rétt hjá honum, sko. Nú er það? Já, svona þegar ég fer að horfa tilbaka, þá. Þetta var bara kærulega svo vittlaus. Rétt hjá honum, já. En þú ert að giska á eftir hvaða sturlaða staðreind er vittlausa. Já, maður bara að leggja sig allan fram og reyna að vera bara með svona, vera jákvæður. Ég líti á það þannig, bara vera bara hress og glaður og jákvæður og þó maður sé gleymin og svona. Það þýðir ekkert að staldra lengi við það, maður bara horfa fram á veginn og reyna svona að horfa á björtuliðan. En nú ertu hættur að kalla það PJ Sigfusion. Já, ég heiti frá með denim í dag Peter Johan. Já, Peter Johan. Og þú ert í skyrtu undir peysu sem er nýtt lúkkiða líka. Já. Og svo ertu núna standandi með hendur í vösum að tala í mikrofónu. Já, þetta er eitthvað nýtt það líka. Þessi stefning, já, þetta er nýtt. Þú ert vanur að sitja hérna á móti. Hvað er að gera? Ég er eitthvað svona uppvíraður eitthvað. Það er eins og bara... Ákveður stendur með hendur í vösum að tala? Mér líður eitthvað skringilega í raskatinu. Nú? Já, ég fekk eitthvað einkennilegan... Það er svona eins og sé bara einhver að reyna að tróða Alaska víðu upp í rassjanum. Æ, og ekki bara leifa hlustendum að hlusta á Justin Bieber og þú segir mér bundu frá þessu? Jú. But you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on.
Hér á verðinni með Justin Bieber. Hvað annað hér á FM 957? Þeir eru með stilt á FM 95 blöð. Það ég, Pír Jóhén og Auðun Blá Out in the Blue, eins og ég kýsa kallan. Hann stendur beint á móti mér. Hann tilbúinn með slúðurpakka vikunar. Nei! Slúðrið í FM 95 blöð. Slúðurpakka dagsins. Er það að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið hjá FM 95 blöð. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður fyrir. Nei, húsfélagið er hægt að sponsa þetta. Komið þið sæl og velkomin í slúðri hér í FM 95 blöð. Pétur Jóhén og Auðun Blöndal, taktu við, gjörðu svo vel. Takk að þér, Pétur, ég hef nú oftar verið með... Ég hef oft verið með þéttari slúðupakka, það er en æl út um mér þarna, en ég er með ágætis pakkandar. Ég ætla að byrja á ónýtjúningum... Ónýtjúningum? Já, þetta er erfitt orð. Ónýtjúngum... Já, bara auðmíkjunum, Bobby Brown. Við skulum ekki staldra við það. Nei, hann var tekinn fullur núna á miðvikudaginn og ekki það í fyrsta sinn. Hann er nýkominn úr meðferð maðurinn eftir að hafa verið tekinn fullur í mars á síðast ári og í desember. Já, sko, það tækir mig bara hérna til 5 í dag að fara að lesa hversu oft Bobby Brown hefur tekinn fullur á þessum blessaða bíl sínum. Já, er hann alltaf á sama bílnum? Nei, ég ætla að sé ekki búinn að splæsa í nokkra bíla. Okay. En hann er allavega á leiðinni í fangelsi ef maður verður fundinn sekur og hann var látinn blása og það var mikið alkohól í blóðinu ásamt því að bíllinn anga allur af áfengi eins og stendur hér. Já. Þetta er grautfúlt og leiðilega fréttir. Já, þetta er bara, hann er búinn að vera að vinna í plötu og... Hvaða plötu Bobby Brown að vinna í? Getur þú sagt með það? Hann var búinn að gefa það út, hann ætlaði ekki út, koma með nýja plötu maður. Nei, það? Já, það var alltaf að gerast hjá honum, það var alltaf uppleið hjá honum. Hvað er langt síðan að Bobby Brown gaf út plötu eða? Getur þú sagt með það? Já, það er það langt síðan að fólk var orðið spennt. Fólk var orðið spennt fyrir því að heyra nýja efnið og svo lendir hann í þessum skakkaföllum greið og það er leiðilegar fréttir. Já, en þetta er eitthvað sem hann má alveg fara að hætta að keyra fullur. Já, það er auðmingjaskapur. En svo næst er það slúður sem ég er mjög gaman að, en Michael Hendrickson verður 26 ára núna á föstudaginn kemur. Michael Hendrickson. Já, sem að væri nú ekki frásögfarandi. Þetta er ungu maður sem að býr í Seattle og nema það að hann er búinn að vera að vinna í því núna í 2 ár að fá Billy Idol til að spila í afmælinu sínu. Og var með þess að koma með síðuna playmybirthdaybillyidol.com og vitið menn, Billy Idol hefur núna ákveðið að verða við bónans og ætlar að spila í 26 ára afmælinas. Nei. Þannig að það verður mikið stuð þarna í Seattle á föstudaginn kemur. Þetta er frábær, þetta er góða fréttir í stuð. Já, það er gaman að lesa svona og þessi Michael Hendrickson ég segist bara við í skíjónum, hann hefur alltaf dýrkað Billy Idol og það hlakkar mikið til og ég er ánægð með Idolinn þarna maður. Það er ógeðslega flott. Ég held að hann eigi það nú sameiginlegt með Bobby Brown og Billy Idol, það er ekkert allt of mikið að gera hjá honum en þetta er samt fallegt á honum. Skemmtileg tilvíðun líka því að við vorum búin að fá margar ábendingar karaokeið hér í dag. Já. Og ég ætla að taka Billy Idol í. Ætlar að taka Billy Idol í dag? Í karaokeinu, ég man ekki hvaða lag það var. White Wedding eða? Við þurfum að kíkja aftur á það. Það var fullt af ábendingum og ég var búinn að staldra þarna við Idol. Billy Idol, sko. Já, þetta er alltaf skemmtilegt að heyra og ég er ánægð með hann. Já. Hann ætlar að fara þarna og spila í þessu brúðkaupi. Nei, í þessu afmæli. Og svo ætla ég að enda hér á henni Eva Longoria. Hún er á lausu. Hún er hætt með 25 ára gamla kærastan sínum og honum Mark Sanchez sem að spilar víst... fyrir New York Jets, hann er í ameríska fótboltanum að núti. Já. Þau voru búin að vera saman í nokkra mánuði, hún er 37 ára og hann er 25 ára og hann var vist of barnalögu fyrir hana. Já. En stendur samt hér, það var ekki drama í gangi. Nei. Bara aldursmunur, 12 ára aldursmunur og hún fekk vist bara nóg á honum. Fekk bara nóg á honum? Já. Hann var of barnalegur, 25 ára gammal. 25 ára, hún 37. Þetta var oft svona með íþróttamenn. Já, eru barnalegir? Eru barnalegir oft. Já, það er enda rétt hér. Já. Við segjum þetta gott af slúrinu hér og... Nei. Það komið gott af slúrinu? Nei, ég var nú bara að fýblast. Íþróttamenn eru svo sem ekkert barnalegir en hver annar. Jú, veist að þegar þú segir það, Pétur, þá það er hellingu til í þessu þér. Já, kannski er þetta líka bara... Ég er neikvæður oft í íþróttamann. En sko, það voru 12 ár þarna á milli. Já.
Hvað munar mörgum árum hjá þér til dæmis? 8. 8, já, það alveg 4 ár þarna sem. Já. Þannig að það ekki alveg það sama. Já, líka við kallmenn, þú veist, að munurinn í hennar, ég 8 árum eldri heldur en hún, sko. Já, reyndar. Þarna í þessu tilfelli var hann yngri, sko. Það held ég, snúið mál, sko. Það meira vesinn, því að við erum mun óþroskaðir heldur en hvern fólki. Já, við erum fávitar, sko. Oft á tíðum, ekki alltaf, en við og við. Þannig að þessna held ég algengar að kallinn sé eldri heldur en konan því að við erum barnalegir og vitlausir. En þarna var... Orðasönnun. Þarna var það í hináttina. Þetta var slúðurpakki dagsins. Já. Ég var búinn að vara það við, hann var ekkert rosalega þéttur, sko. Já, bara ekkert að þessum slúðurpakka. Við þökkum Auðunni Blöndal kærlega fyrir innlitið með slúðurpakka dagsins. Við höldum áfram með frábæra músík hér í FM 95 blöðum. Já, ég ekki að fara þarna út úr slúðurinu. Að sjálfsögðu, drengur. Það heyra það. Ég finn hann ekki hérna núna. Nei. Mennar, þú veist, lokunin á slúðurpakka. Já, ég ætlaði að fara í hann, sko, að loka slúðurinn, en ég finn það ekki hérna, þannig að við verðum bara að sleppa því. Það hefur verið frábært að fá það, sko, þegar ég var búinn að afkynna og bara... Þetta var slúðrið og... En það styttist hér í Tong sem fer á kostum ásamt karaoke og hlera, en við viljum að fara hér í örstu skilabóð, svo höldum við áfram með Top tónlist. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunjan iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Gerðu það gott með októbertilboðum í 1011. Malaco gott og blandað á 199 krónur. Sinalco á 99 krónur. Kongasúkulaði á 99 krónur. Duettsúkulaði á 89 krónur. 1011, fljótlegt og þægilegt. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Þú fjárfestir framtíðarinnar. Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum Maffi B fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. Band sem aðra fara að kíkja á einhverja tónleika. Það rétt, þetta gott band. Já, þetta er flott funky í þessu þann. Það steytist hér í Gunnþór sem búinn að vera í smá fríi hjá okkur. Hann, lét Orkuveitur Reykjavíkur heyra það núna. Já. Og það nú búið að vera einhver þvílíka veislan þar. Hann bara hér rétt að handa við hotnið ásamt því að Tong líka á sínum stað. Það alltaf á sínum stað. Já, það Fólk getur bara stillt klökkun eftir þessu. Það hárrétt þér. Það þéttur og góð þáttur hjá okkur. Já. En þar sem svo mikið að gera hjá okkur í dag, þá ég spá að henda mig bara í sturlaða staðreyndir núna. Hvernig listur það, Písi? Það kemur algjörlega, ég kem að fjöllum. Nú? Sturlaða staðreyndir bara núna. Já, við erum oftast með það 4:30. Á að dempa sér í því bara. Já, ég ætla að henda mig bara í þér. Ertu klár? Þetta er með 9 tvisti. Nú ert þú ert svo að reyna að giska í lokin. Hvað er ekki sturluð staðreynd? Nei. Ég bý til eina. Fattar ekki leikinn einu sinni. Nú ég bara sammála að sveppa. Bíddu. Þú ert að segja mér þetta fyrst núna? Ég var að segja þetta í byrjun þáttar. Var að segja að Sveppi hélt að þú myndir potið klúðra þessu. Já, alveg rétt, já, ok. Það mál, já, varðandi það málað, já, alveg rétt, ok. Ok, mér líst vel á. Hvað er það margar í heldina? Ég les 10 sturla staðnettir, 9 eru sannar, en 1 er kjaftaði sem kemur frá mér, ok? Já. Þá byrjum við. Konur muna betur eftir... Nei, ég get þetta ekki. Hvað? Ég er strax bara orðin stressaður, sko. Þú giska bara á eitthvað í lokin og hefti pitt. Sleppum þessu, förum ég eitthvað annað. Ég allur rennandi blautur undir höndunum strax. Hvað er þetta eitthvað klíkað? Ég er að fríka út ef ég þarf eitthvað að fara að taka eftir svona. Nei, þú... Ég þarf ekki að pressa maður. Nei, ég spyrði þig bara eftir hvað heldur þessi kjaftaði. Ertu tilbúin? 1, 2 og... Já, konur muna betur eftir mönnum sem lykta vel en líta vel út. Heldur það sé satt? Þetta er kjaftaði! Nei, byrjum við. Konur muna betur eftir mönnum sem lykta vel heldur en líta vel út. Já. Þannig að þú getur verið ekki það myndalur en það getur verið rosalega góð lyktar og þá muna þér betur eftir þér heldur en þú ert rosalega myndalur og ekki góð lyktar. Svo er það næsta. Eitthvað til í þessu. Já, meðalfaðmlag eru 3 sekúndur. Meðalfaðmlag? Já, passa það ekki.
þetta á að vera sturlu staðrind, maður sjá, faðmaður, já, 3 ár. Við reyndar Sóli fjöllum það hérna mánudaginn að, ef þú faðmar eitthvað í 20 sekundur, þá treysti viðkomandi þig betur. En við vorum ekki sammála því, það eiginlega bara svona hálf óþægilegt, eða ekki? Eitthvað að faðma í 20 sekundur. Já, það orðið eitthvað mjög skrítið, sko. Það er komin í 20. Það annarkort, bara í lagi ef það er sorg í gangi, eða annars er það bara pervertist. Svo er það næsta, kvenkyns kóalabirnir stunda lesbískar orgíur. Kvenkyns kóalabirnir, ok? Já. Stunda lesbískar orgíur. Já, ok. Og svo er það næsta. Ok. Samkvæmt NASA... Þetta er samt þetta er furðuleg. Já, heyrðu, ok, næsta. Já, sko, þú mátt ekki láta þetta allt ganga út á þetta. Þú ert bara að skjóta í lokin hvað þú heldur að ég hef búið til. Já, ég skjóta rótum, sagði það. Skjóta í lokin? Já, skjóta í lokin. Já. Samkvæmt NASA, ég hef komið inn á þetta áður og þetta er samt svo skemmtileg staðrind, ég á að lesa hann aftur í hér. Samkvæmt NASA er fullkominn blundur eða powernap 26 mínútur. Já, þetta skrifa ég undir hvar og hvernig sem er. Já, af því að sko, ég er vann að gera núna, ef ég finn ég að sopna heim í sófánu með eitthvað, þú veist, eins og mér finnst oft gott að leggja mig eftir vinnu, það passaði mig að teygja mig í símann og set vekjaraklökkuna eftir svona 28 mínútur, því veit ég sopna kannski á svona næstu 2 mínútum og þetta svín virkar. Og ég hvet alla að núti að þið ætla að taka ykkur góðan powernap helgina eða bara í kvöldi eða eitthvað. Takk ég 26 mínútur því að NASA, þeir vita alveg hvað er að syngja. Þeir vita hvað er að syngja. Og bara, þú veist, ef maður leggur sig í klukkutíma 1,5, þá var dagun ónýtt. Já, viðbjör, það er allt of mikið. Það er stundum gert hjá mér, þú veist, ég óvart einhvern veginn og maður verður hálf pirraður. Já, ég hef lendið því að vakna slefandi í sófanum heim og klukkan allt í nú 11 kvöld, ég bara, nei. Allt í nú verður veikur í kjölfarið, maður. Já, bara ógeðslegt. Bara kvefdrull og ælupest. Hvað sagðirðu? Ég fekk bara kvefdrull og ælupest einhvern tíma, ég lagði því. Þú lagði þér svolítið? Já, það var bara rugl, ég bara, allur líkamsklukkan fór í rugl. Það er ekkert annað. Svo er það hérna, Shakespeare byrjaði með mömmubrandarana, eða eins og stendur hér, Shakespeare var fyrstu til að nota Yo Mama jokes. Shakespeare? Já, þannig að þetta er ansi gamli brandara með hérna mamma henni svo þetta og hitt. Mamma henni tölvuskjáru og eitthvað svona. Ég hef nú ekki heyrt hennan aður en hann er flottur hér. Svo er næsti. Fiðrildi. Þetta sjá svipinn á honum. Hann bara fyrirlitning og ekkert annað. Fiðrildi eru með 12.000 augu. Já, það er, ég kaupi það saman. Hvernig er þetta að setja 12.000 augu? Á fiðrildi? Já. Þetta er rosalega. Já, svo er það næsta. Það var vesen fyrir að kaupa allir lims. Genvikt vesen. Það er hvað allar að fá mikið af þessu? Veit ég er með 12.000 augu. 12.000 linsur, þetta er rétt þegar, það er vesen. Er þetta daglisur eða? Það er alltaf að skipta þessu út á kvöldin. Svo er það næsta, konur tala oftar við bíli sinn en karlmenn. Ok. Það er sturlu staðarind við þurfum að... En talað þú ekkert um bíli? Já. Nei. Jú, maður, ég er svakalega, mikið, ég sé núna hjátrúafullu varandi bíla. Já, en hvað heldur að gera að tala við hann? Tala við hann? Já. Bara, þú veist, hann er með sál. Þetta er gammalt bíl. Nei, ég veist ekki að þessu. Og hvað ertu að segja við hann þá? Ég vil þetta búin að standa þig vel gamlega maður. Hver er trúað þessu maður? Þú færir yfir þessa á og eitthvað svona. Jú, gamli Terranóin maður. Ég er endalösu spjalli við hann maður. Og ef að fólk gera bara, þú veist, hvað er þetta að gera á þessu, hvað er þið? Það tekur það ekki hlusta á það? Nei, þá segir ég bara, viltu tala varlega í kringum bílinn maður? Já, ok. Það er ræðið maður, þetta er bara, þú verður að tala vel. Ég hef aldrei talað við bílinn minn, en samkvæmt sturlunum staðarind, þá tala konur meira. Konur tali mikið, mér finnst það, en ég menna þetta er sturlust, það gerir þetta sturlaða staðarind. Já, nákvæmlega. Konur skulle vera að spjalla við bílana. Svo er næsta, í New York eru 1600 manns bitnir af öðru fólki á hverju ári. Hei, það held ég. Ég sagði töfaldan Osborgana. Býta. Það er bítið bara. Einu maður sem ég sé býta, það er Sveppi þegar hann fær brjálæðiskast. Hann hikar ekki við það, Sveppi lendir í slagsmálum fyrir brjálæðiskast á bítur hann. Já, er það? Já, ég sé hann býta Simma. Ég vil það. Það var eina úrræði sem hann hafði. Því að Simmi er náttúrulega bara, þú veist, það er eins og slást bara við steipubíl. Já, þú ert ekki að fara að slást við Simma vil, fyrir utan það, hann er nauthröstur, sko, og svona þykkur og stór á velli. Bara sleppir því. Já, Sveppi og með þess að, sko, til að gera illt verða, þá var Sveppi aftan í skotti á bíl. Nei! Sem að Simmi var bara henda honum í skotti á bílnum. Já. Og beit hann að það. Já, hann var ekki sátt við hann beit hann. Hvað ég dáið úr hlátri með. Já, þetta var mjög feina, ég var ekki hana. Af 88 elstu manneskjum heims er aðeins 6 karlmenn.
Sturlu staðreynd. Af 88 elstu manneskjum heims aðeins 6 karlmenn. Þannig er 82 konur. Svo það síðasta. Konur lifa lengur. Meðalmaður 5 ára af ævi sinni á klósettinu. Sturlu staðreynd. Og nú spyr ég þig, Pétur Jóhann. Meðalmaður 5 ára af ævi sinni á klósettinu. Já. Þetta nú, já. Hvaða Sturla, og þið hlustundur úti líka, nú með þið svona, giska sjálf. Hvaða Sturla staðreynd kjaftaði þarna? Ertu að spyrja mig? Já, þarf ég að í alvörunni, Pétur. Þetta ekki svona flókin leikum, maður. Nei, mér fannst þú segja að spyrja hlustendur. Nei, ég sagði þau getur líka svarað að úti. Ef ég var að keyra sjálfur, þá myndi ég segja að þetta kjaftaði. Þetta líka sko, Öddi, þetta svolítið þér að kenna. Nú. Af því að þú talar svo svakalega hratt. Já, ok. Það svo svakalegur hraði hérna á FM. Já. Fyrir mig, svona miðaldra mann, skilur, ég komið nær dauðanum heldur en fæðingunni, skilur. Fyrir mig að bara ná að fylgjast með. Það bara bölva vesen. Ok, en hvað heldur þú verður að taka tillit til þess að... Hvaða Sturla staðreynd heldur að hafa verið kjaftaði? Kóalabirnirnir. Að kóalabirnir stundi ekki orgíur, kvenkins kóalabirnir stundi lesbískar orgíur. Já. Það bara rangt hjá þér. Og í hvað þeir gera það. En hins vegar meðal maður ekki 5 ára á ævi sinni á klósettinu. Jú. Ég bjó hana til, nei. Ég bjó hana til. Þeir eru bara... Heyrðu, en býttu, sko... Þeir eru bara 3 ár. Það bara, býttu nú við, tókstu sturlaða staðreynd og breyttir henni? Já. Ok, þannig að þetta svindl, þú sagðir ein tilbúin af mér. Já, ég bjóð það til að meðal maður sé 5 ára á ævi sinni. Þú hagrættir einni sturlaðri staðreynd. Þetta náttúrulega, þú verður að segja það sko í upphafi, í einni sturlaðri staðreynd kem ég til með að hagræða úrslitum. Nei, ég þarf ekki að gera neitt, þetta er annars hefði ég nálgast þetta mál allt öðruvísi, sko. En hvað, af hverju trúður þess ekki með kóalabirni? Af því að þú varst eitthvað stamandi á hana, þú kóalabirni, eitthvað svona rugg. Hér á FM 957 og það komin tími á góðan vin sem hefur verið í góðri pásu. Gamall og góður vinur hefur bankað upp á hér. Já, og hann heitir Gunnþór, þessi snillingur. Já, Gunnþór Einarsson. Og hann er ekki par sáttu við Orkuveitu Reykjavíkur þessa dagana. Hann er rödd samfélagsins. Já, hann lætur bara heyri í sér og... segir það sem allir vilja. Já, basically, hann talar fyrir landan. Segir það sem allir vilja segja en enginn þorir. Nei, hann segir það sem við hin erum að hugsa. Já. Og það sem hann vil gera í dag, hann vil hætta viðskiptum við Orkuveitu Reykjavíkur. Já, hann hefur engan á að stunda viðskipti við Orkuveitu Reykjavíkur lengur. Ekki eftir að þessi skýrsla hafa þá komið út. Nei, getur maður, svona grínlaust, getur maður hætt bara viðskiptum við þá og farið eitthvað annað? Nei, held ég ekki. Það ekkert annað, eitthvað Orkuveita Suðurnesja, jú, hún er til. Já, hún er nú til, en... Ég veist að þú ert bara ekki að spyrja rétta mann núna. Nei, ég ekki að spyrja rétta mann, en ég meina ef það lækjaspræna sem að ég veit geti ég smíða meina eigin virkun og dreigið bara einhverja rafmagnskapla úr því og heim. Þú getur bara spurt að því hérna. En sko, talandi partí sem búið að vera í gangi. Já, nú búið að vera að slatta partí í Orkuveitunni. Já, það er ekki annað að hætta, sko, þegar menn eru búin að eyða svona peningu, þá búið að vera eitthvað kampaðin og kaviar, ég lofaði því. Já, og strípi meyjar upp alla veggi. Strípi meyjar og kampavín, maður. Hver á að borga það? Það eru við, að sjálfsögðu. Hvernig er hann aftur? Hann er hann. Halló? Hvernig? Já, halló? Já, þarna var hann. Velkomin í samband. Þjónustu verið Harpa, góðan dag. Já, ég er búinn að... Var mikið í svarið? Já. Ég var nýbúinn að ná í gegn á það og svo slítnaði. Og þurfti ég að bíða enn lengur núna. Mér langaði bara til þess að hætta viðskiptum við ykkur. Já. Og þá verðum við að segja að það sé ekki hægt. Já. Það sé ekkert annað fyrirtæki. Sko, það er spurning. Ég ætla bara að fletta þér upp. Hver er kennitalan? Ef er ekkert annað fyrirtæki sem ég get skipt við. Er það? Er ekkert annað fyrirtæki. Það var sagt það við mig áðan. Já. Ég get ekkert farið neitt annað með viðskipti mín. Nei. Það er spurning. Þú ert í Reykjavík eða? Heldur maður hafi áhuga á því að skipta við svona fyrirtæki? Ráðskap með peningana manns, daginn út og daginn inn og allir með öllum og hvað og guð má vita hvað. Hvenær er partíið búið þarna? Það er ekki glæsilegt sem að maður er að lesa í blöðunum. Ekki glæsilegt hvernig er búið að ráðskast með peningana manns. Nei, en hvernig vilt að ég aðstöða þig? Skiptir svo sem ekki máli ef það er ekki tægt að gera. Ef maður getur hvergi farið, hvað maður þá að gera? Meira endalaus að þvælan alltaf allir daginn út og daginn inn og svo bendi hver á einn og annan. Og enginn veit neitt.
Og hvað er maður þá að gera? Sem saklaus maður í samfélaginu. Maður borgar bara sína skatta og maður bara að reyna að lifa lífinu. Svo endalaust verið að ráðskast með penningana manns á bakvið mann. Og eyða þeim til því gleðikonur og hvað það segir þú að gera þarna. Freyðivín og kampavín og hvað þetta Meina endalausa svínaríið alltaf. Alltaf sama sagan. Halló? Já, og hvað er flekin í þessu? Hvenær verður partíinu lokið? Herðu, ég veit nú ekki hvernig ég á að svara þessum spurninguðinum. Ég veit svo sem ekki hvað ég get gert fyrir þig, en ég get boðið þér að tala við eitthvað ef þú vilt það, eitthvað yfirmann eða... Hvað gerir þú þarna? Ég er þjónustufulltrúi í Orkuveitunni. Ég er að svara fyrir reikninga og annað slíkt og leiðbinna og svona. Þú hljómar nú svona sæmilega edrú. Já. Ekki meira og minna allir dauðadrukknir þarna? Nei, ég hef ekki orðið verið það. Þessu er stýrt þannig. Og svo allir með öllum þess á milli. Upp alla veggi og sullandi kampavíni og makandi á því súkkulaði og jarðarberjum. Já, það. Ég veit ekki, ég hef ekki orðið verið þetta. Og hvenær á að svo leyfa fólki að njóta góðs af öllum penningunum? Í formi lækana á ekkert að gera það? Já, ég hef nú ekki heim. En hefur það ekki borist í tal? Að lækka orkuverð? Jú, það hefur alveg... Og hvenær á að gera það? Alltaf verið að tala hitt og þetta, það gerist aldrei nýtt. Það er kannski ekki tími til þess. Það er náttúrulega allir hann upp allt, hver með hverjum og einum. Má þakka fyrir að þið hafi tíma til að svara í tíman. Já. Og svo upptekinn að því að vera slefandi fyrir hvert annað þá. Já, ég er bara voðalega lítið heyrt allt það sem þú ert að tala sko, en... Þakka ég fyrir. Allt er hvað. Hvað? Það var ekkert sem hún gæti gert. Nei, hún gæti ekki gert neitt. En það var hann komin út í hotgreið. Já, hann bara... En ég minna, vildur meira? Nei, þetta var aðeins. Hann bara brjálar. Já, hann var bara í raun að ringja til að auðsa úr reiði sinni. Já, auðsa úr skálum reiði sinni. Já, skálum reiði sinni. Já, það er bara akkurat það sem við fengum. Já, þetta var Gunnþór ég var búinn að sakna þess, ég get lofa því. Það bara æðislegt að aðeins að láta menn heyra þegar ég skilja þarna. Snýst ekkit annað. Nei, það er hárrétt. Tveir harðir í FM 95 Blu ætla að vera í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum Smáralind á föstudaginn. Í tilefni þess að nú er búið að kaupa ný tæki og breyta efri hæðinni í skemmtigarðinum í Smáralind fyrir fullorðna ætla Auðun Blöndal og Gils að bregða út af vananum og senda FM 95 Blu í beinni í boði Pepsi. Fylgist með á FM 957 og vinahópurinn þinn gæti fengið boði í partí frá klukkan 5 til 8 á föstudaginn. Fastar og fljótandi vegar í boði, frítt í öll tæki og Sverrir Bergmann spila fyrir gesti. Stafrænn Hákon, Tilbury og ég á Faktori í kvöld. Síminn. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. 25% afsláttur alla sunnudaga í skemmtigarðinum í Smáralind. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifandur. FM 95 Blu á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Já, og þetta er titillag kvikmyndina James Bond. Nei. Frábært lag hér. Það er Skyfall, það er allt annað lag sem er einmitt í spilum hér á FM 957 líka. Hvernig átti kallina við það? Ég veit það ekki, en ég veit ekki miklu kæru hlustunni, en mikið óbóðsla... Nei, hver er mættur hérna? Ertu ekki eitthvað að villast á dögum, kæri félagi? Blessaður. Hvað er þetta að gera? Þetta er Gilsen ykkur. Já, hann er... Ég hef aldrei séð hann í eigin persónu. Egill Einarsson er mættur hérna allt í nýstu. Þú hefur aldrei séð mig áður? Ég hef aldrei séð þig, maður. Í alvörinni? Ég hef alltaf bara... Mér er svo skrítið. Við erum að vinna saman inn á stöðinni og við bara blöð, þú veist, ég held að allir veru vinnir. Ég hef aldrei séð Gils. Nei. Ekki eða persónu, bara á myndum og svona. Og varst líka vælið við því daginn að það hittist aldrei hópurinn. Já. Hópurinn, erum við ekki krú? Það er líka lélegt. Krú? Það er mjög lélegt. Já. Akkur aldrei ef að fara í bíó eða eitthvað? Hvað segir þú? Sund? Ef að fara í sund? Djöfull er þetta firm grip. Þetta er firm handshake, finnur þú það? Firm handshake. Hann er náttúrulega sterkur, maður. Ég líður kjánalega, sko. En má ég spyrja, nú er miðvikudagur, what the fuck are you doing? Ég er að plugga. Það er Wednesday, já. Ertu að plugga hverju? Ég kom að plugga hérna... Já, ok. Veistu hvað ættu að gera morgun klukkan 11, Pétur? Í fyrramálið? Já. Í fyrramálið klukkan 10 er ég að fara á funda á Auðlenskastofu.
Klukkan 10. Út í bæ. Þú búinn 11 eða ekki? Ég þarf að ljúka honum þá, væntanlega. Þú átt að klára hann korter í, bruna heim. Í Spariföt. Kveikja á vísi.is. Náður í pop. Já. Horfa á trailerinn minn fyrir umsýndana. Ertu komin inn til að plugga trailerinn? Ég er að plugga trailerinn. Trailer fyrir hvað? Hvað trailer? Fyrir heimaþjálfum? Já, bara fyrir mig. Ég er að taka mynda mér, ég er bara heima að lifta. Þetta er væntanlega fyrir lífsleikni. Fyrir þættina sem er að fara í bíó, Pétur. Þú ert með Rasmusson. Nýju fjárþjálfununa hjá mér. Nei, það er trailer að fara í gang á vísi.is klukkan 11 fyrir nýju þættina sem maður má ekki sína á. Og málið er, það þarf að plugga þessum trailer. Já, þannig að þú ert mættur hérna, þú ert að riðjast inn í stúdíu til okkar Péturs til þess að plugga trailer á bíómynd. Hefur það aldrei verið gert á þetta? Já, sérðu Nicolas Cage fyrir þér í Bandaríkjunum að ráðast inn í einhverjar útastöðar að segja fólki að horfa á nýja trailerinn sem er að koma? Ég get lofa þér það ekki. En sko, maður pluggar trailernum, síðan pluggar myndinni. Ég reist aftur inn eftir mánuð. Herðu, ég með eina spurningu, ég er í þessari serju. Út rassus. Út rassus, eða ekki? Út rassus með allt niður þig. Og hver rífur þig í gang? Hver rífur þig í gang? Á hann að vera á að sýna þetta í bíó? Já, út að fara í bíó. En það ættir að semja það? Nei. Þessin ég með 42 sendur að handleiki, Pétur. Þetta er að fara í bíó. Hvað þarf að gera í því? Þú bara þú leysir ekkert með handleik. Þannig segir ég, hann sýnir þið bara vöða. Show me the money. Nei. Segir ég bara. Show me the money! Við erum minna vinir, við vinnum minna saman. Show me the money! Það er Tom Cruise nákvæmlega. En hvað er sem sagt Tom Cruise? Þetta var hérna, já en... Cuba Gooding! Já, en svo var náttúrulega Tom Cruise að öskra þetta, ég náði ekki að skjóta því á Egil. En er sem sagt verið að frumsýna trailerinn á morgun á Vísi? Já. Klukkan 11:00 á Vísi. Hvað er það langur trailer? Það erum að tala 2,5 mínútu af entertainment. Þannig að þú tekur ekki stóra á, hvað er lengi að klára pop? Er ég í þessum trailer? Að sjálfsögðu. Þú veist, akkur komst ekki með penning maður? Blöða líka í honum. Þetta er enda rándýr trailer. Ég er þetta besti trailer sem ég séð. Það er ekki búið að semja með mig heldur. Ég vissi ekki að vera fyrir bíó. Það er Austur daginn, ég sagði við, ég næði 2 og hérna út í trailerinn. Kapísh. Þetta er bara eins og skilur semja við Aron Pálmarsson að koma og spila einhver stað. Hann er í trailerinn líka. Já, en þetta er eins og að semja, þú veist, þetta er bara önnur íþrótt. Skilur, ég leik í sjónvarpsþætti, svo er það bara í bíó. Ég semja við hann, getur hann koma að spila fyrir okkur og hann alveg, jú, svo er þetta bara fótboltalið. Þetta er bara svipað. Það er mjög góða punktur þar. Já. Viltu meina það að þú er að fá... It's a different ballpark. Ég er show you the money, það er það sem ég er að gera. Sjálfsögðu. Veistu það, þú sérðu bara En við þurfum að tala saman. Sérðu hvernig Pétur lítur út inn í dag? Sérðu, hann er í skyrtu, undir peysu, hann er í nýjan gallabuxum. Auðvitað þarft að sjó það money. Ég hef aldrei séð nýrri skó á ævinni, Pétur. Hvað þarf þú pening núna í dag? Og fyrir utan það, svo vill hann ekki... Þetta er nýþrönga gallabuxur. Nýþröngar? Það er Gulir Timberland. nóga peningu til hann, Pétur. Svo vill hann ekki láta kalla sig PJ lengur. Peter Johan. Peter Johan. Já, bara hann. Ekki PJ. Þetta er einum í dag. Peter Johan. En talandi ný nöfn, fyrst þú ert nú hérna Egil og ég hitti ekki fyrir hann á föstudaginn. Nei, allt á landið það. Allt á landið það. Hvað hérna, fer ekki að koma eitthvað nýtt nafn á þig? Jó, ég þarf að fara að frumsýna nýtt. Það, sko, ég málið er að hérna Snoop Lion breytur nafnum daginn og Snoop Lion sem var Snoop Dogg. Já. Og þú veist, og hérna, og mér langar betur nafn líka, sko, ég veit ekki hvað ég var, ég var gilshöfðingin, svona G-höfðingin, höfðingin, var síðasta nafn sem ég notaði, sko. Þú skiptir kannski nafn á sama dag og skiptir klippingu? Ég er búinn að skipta klippingu, þú ætti ekki eftir það? Nei. Það er allt niður við því. Það var mikilvægast að fundi æfi svona þetta. Ég var á fundi bara í síðustu viku. Já, ég frétt af því. Sérðu strípur í háruna mér það? Nei. Nei, en klippingin er svo sama. Já, þetta er enda rétt, Pétur, þetta er alveg klipping, Egil. Var mikilvægast fundur æfiðinnar fyrir þessa klipping sem þú mútt að skarta núna og tekur enginn eftir því eins og? Ég sleppti strípunum. Þetta takk eftir því, Pétur. Það er langur fundur. Vanalega er ég ljósarður. Þetta ekki taka eftir þessi, Pétur. Allt niður þig. Ég tek ekki, Þetta er mjög með þykkt hár í dag. Já, Pétur var snóðar daginn, hann var að sýna blöðmanninu stuðning, en ekki lengur. Ég var snóðar fyrir svona 4 vikum. Og nú er þetta akkurat svona, já, nú er þetta svona smá svona... Er þetta óþægilega tímabili eftir snóðuna? Svona, þú getur ekkert gert við þetta. Þú getur ekkert leikið með. Sýnist þið það? Sýnist þið það? Sýnist þið þetta óþægilega tímabili? Nei. Nei, við líðum það vel. Já, ég segi þetta ferði mjög vel svona. Já, hvað er fyrir mig? En ok, þá bara hérna... Sko, ég kom bara að plugga, ég ætlaði ekki að vera eitthvað að spila, bara ég að plugga. Þú ert að plugga, það er trailer að fara í gang kl. 11 fyrramálið á vísi.is fyrir nýju gilseríuna sem að vantarlega ratar á bíó. Þú ert að fara í, alltaf ekki að segja bara takk fyrir mig, þú elskar alltaf að sjá á Hvítutjaldinu, eða ekki? Takk fyrir mig, jú, ég elskar að sjá með Hvítutjaldinu, en... Já, pældi því.
En ég þarf að borga samkvæmt því, kallinn minn. Hörðu, þakka fyrir þetta eitt, við kvöldum alla til þess að... Það er skjár, tekka á þessu. Gaman að sjá okkur félagar. Gaman að sjá þig og til hamingju með að vera laus með strípunar. Hann er farinn. Já, hann er farinn. Hann er örugglega að fara hérna allt fyrirtæki bara að láta blöðun og alla vita. Já. Hann er í rauninni ekkert annað en bara físibelgur sem er pluggandi sjálfum sér. Físibelgur? Það er eitthvað nýtt hjá þér. Hann er bara físibelgur. Herðu, ég er búin að steingleyma hvað ég ætla að ræða við þig. Við skulum bara fá hér lag með Muse sem heitir Madness. Ég man hvað við ætlum að ræða. Já. Mjög lítið magn af loðnu við landið. Árskamalli loðnu. Lítið af loðnu? Það veist að það er líka líkur ég ætla að ræða það. Hvað mennur? Ef ekki bara frekar að fá Muse hérna með Madness og fá svo tong dagsins. Stoppa þetta lag í kvelli, ég ætla að vera með þetta hérna. Stoppa þetta. Ég alveg að tala. Svo þú ekki tala loðnu? Já. Nei. Mig langar að, má ég aldrei tala eitthvað sem að mig langar að tala. Slögt á þessu. Loðna fannst. Ég ætla að lesa þetta fyrst og svo tökum við umræður. Slögt á þessu, ég alveg að tala. Ég veit þetta er leiðilega. Ég var bara að tala saman um þetta. Slögt á þessu, svo þú getur talað loðnu. Þá ger ég það bara næst. Þetta er eitt besta lag í heimi. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grömm af salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 áleggjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símur 581 1515. Orkusalan og Höfuðborgarstofa í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands leitað opnunaratriði fyrir vetrarhátíð í Reykjavík 2013. Yfirskrift hátíðarinnar er Magnað myrkur og er umsóknarfrestur til 16. nóvember. Allar nánari upplýsingar er á hönnunarmiðstöð.is og orkusalan.is. Orkusalan í stuði á vetrarhátíð. Ný hleðsla í Fernu með súkkulaðibragði. Þú kaupir 4 en færð 6. Lífið er æfing. Taktu á því. Stöð 2 bíó í kvöld, 10 bíó. Gamanmyndin Sideways. You're getting married on Saturday! Stöð 2 bíó fylgir frítt með áskriftastöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Auðvitað og Pétur með ykkur hér í FM 95 blöð. Verðum hérna til 6 í dag félagarnir og já, það styttist í Tong sem að hringdi í BSI fyrir í dag og það er algjör veisla þar á ferð kæru hlustendur. Svo líka karaokeið hérna rétt handa við hornið og fleira. Þannig að það er nóg að vera hérna hjá okkur strákunum. Hárrétt hjá þér, Blöndal, en ég ætla að fara hér í ansi skemmtilega frétt sem að ég fekk ekki rými til að lesa á þann og ber yfirskriftina hún tekin af mbl.is og ber yfirskriftina mjög lítið af árskamalli loðnu. Loðna fannst víða í haustmælingum á stofninum sem að fór fram núna í október. Mjög lítið mældist þó á árskamalli loðnu eða einungis 19 miljardar sem er langt undir þeim mörkum að hægt verði að mæla með upphafsaflamarki fyrir vertíðina 2013 og 2014. Hafrannsóknastofnun leggur til að heildaraflamark loðnu á vertíðinni 2012-2013 verði samtals 300.000 tonn. Já. Það sem að vekur áhuga minn líka er, það kemur hér neðar í fréttinni, svæðið sem eins árs loðnan fannst á var einkum við Grænland, eða sunnan 69 gráður norður og í kantinum út af vestanverðu Norðurlandi. Alls mældust tæpir 34, hlustaðu nú, alls mældust tæpir 34 miljardar af kynþroska loðnu sem gert ráð fyrir að hrygni á komandi vertíð eða rúm 800.000 tonn. Þaraf var fjöldi 2 ára loðnu eða 21 miljardur sem samsvarar 470.000 tonnum. Það er alltaf áhugavert. Má ég klára? Já. Og finnst þetta leiðilegt? Nei, alls ekki. Þetta er nefnilega, þetta er góð frétt sko. Já, en hvað slóði þannig í þessari frétt? Það er svo mikið dýp í þessu maður. Pældi í þessu. Já, ég meina, hérna kemur fyrir neðan. Nei, ég meina, þú veist, hvernig vita þeir það að
34 milljarðar af einhverju loðnutorfu var bara kynþroska. Kannski, við erum að taka eitthvað tjekk. Nei, ég meina, alls mældust tæpir 34 milljarðar af kynþroskar. Þetta engin smá talning. Þeir voru ekkert að taka neina stikkprufur. Þeir vita nákvæmlega hvað voru margir milljarðar af þessum loðnum kynþroska. Eru þeir með kamerur í þetta? Ég veit ekki hvernig tjekka hvort að loðna sé kynþroska. Svo meiri segja, þú veist, ástand loðnunar var engar gott og meðalþyngd bæði 2 og 3 ára loðnu var óvenju há. Þú veist, þeir eru alveg, hvað, er hún feit? Já, hún er nokkuð góð og eitthvað svona, hún er kynþroska, já. Hvað er hún gömul? 2 ára. Hvað er mikið af einsás? Það er alltaf mikið af einsás og eitthvað. Þú skulum hafa þetta grúið, þetta er alveg magnað. Finnst þið ekki dýft í þessu? Það er rosalega dýft í þessu, maður. Ég ætla að lesa meira fyrir þig. Nei, ég er að grínast, ég ætla ekki að lesa meira þetta. Nei, þetta var skemmtilegt samt. Já, þetta var skemmtileg frétt hér frá Hafrannsóknastofnun og... Þetta er enda rétt hér, við hefum alveg að segja frá fréttan líka. Ég er ánægður með þig. Og þú settir þinn skemmtilega vinkil á þetta. Við getum ekki alltaf verið í fíblagangi. Nei, það er alveg rétt hér. Það er fullt af fólki hérna úti sem vil sína fréttir. Já. Og þá vitið þið það, hvað var stór hluta þessu orðið kynþroska? 34 milljarðar. Ég sagði það. Sorry. Fáum ríhönnu og svo er það tong. Hvað sagði þið? Out and the bluein. Out and the bluein? Auðun Blöndal á útlensku. Ok, Out and the bluein og DJ Sig Fusion og það er komið að, mínu uppáhaldi. Þetta er snillingurinn og ferðamaðurinn Tongue Monitor. Tongue Monitor? Já, hann ætlar að fara að ferðast að þessu landi núna. Hvað segirðu? Já, hann þarf að komast á milli staða. Já, sko, það skemmtilegasta sem við lendum í með Tong, það er ef hann er sem sagt, ef hann er rífast við eitthvað, eða er ósáttur. Eins og manstu þegar hann vildi fá 14 manns í 2 hótelherbyggi og gæti ekki komið börnunum sínum á leikskólan. Þannig að það sem að mitt ætti í hug núna er að hringja á BSI. Þar eru rútur og annað. Og ég held þú megir ekki ferðast með dýr. Er það nokkuð? Máttu vera bara með hundiðinn og ketti og eitthvað hérna í rútunni? Ég held ekki. Nei, þannig að er ekki Tongue Monitor að fara að ferðast Ísland? Jú. Ég veit ekki, Akureyri eða Borgarnes eða eitthvað. Já. Og er að reyna að koma dýrunum sínum með? 2 people and 1 dog. Já, 1 hund. Já. Er það ekki? Jú. Ok, herru, ég ætla að hringja hérna á BSI. Kynnisferði BSI, Margaret. Speak English? You speak English, yes. You speak English? Okay, it's okay. Yeah. Yes. Okay, so you are bus. You are bus station. Yes, this is at the bus terminal. Okay, so if I want to take a bus to Borgarnes, yes. You understand Borgarnes? Yes. Can I get a bus from your station? You can do that, and you can take a bus at Mjot. Yeah, that's okay. So we are 2 people. Can I buy a ticket now? For 2 people and 1 dog. You need to come. Excuse me. You need to come to the bus terminal and buy the ticket. Ah, okay. It's no problem. I do it. But okay. It's okay to bring 1 animal. 1 dog. Excuse me. I would need to ask you to call the company that does this driving. That's Berna, and the telephone number is 551. Can you write the telephone number down? Because we don't drive to Borgarnes. I don't understand. You said you told me you drive to Borgarnes. No, I did not tell you. I said that there was a bus coming. You don't want my business. You don't want my business. Excuse me. You don't want my business? It's okay. No, you tell me now. I was not talking about that. I said that... Is it because I said I have a dog? You would... Excuse me. May I finish my sentence, please? It's no problem. If I can't bring dog... We don't drive... If you listen, this company you are talking to now... You don't have to raise words on me. It's not driving to Borgarnes. Okay. There's another company stationed at BSI that drives, and I was just going to give you that number. But you told me you drive to Borgarnes. No, I did not. You must have misunderstood because I did not tell you that. I did not misunderstand anything. Sorry, do you want that number or not? Yes, but I can't understand. Why you tell me? You tell me. I tried to. Tell me. Sorry, sir, but I did not tell you that I was going to Borgarnes. Did you say? Sorry, do you want this number or not? I want you to understand that I ask you
Do you take me to Borgarnes? Yes, no. Then I tell you about a dog, and then we have a problem. No, I did not. This is... Is it because I have a dog? This is a misunderstanding, because I never told you that I'm not understanding anything. To Borgarnes. I'm not understanding. We take a day tours. Are you telling me? To the fly bus, but we don't drive. Are you telling me I'm misunderstanding? There's another company here, station, that drives to Borgarnes. Do you want that number? You told me you speak English. I never told you that we drive. You don't speak English. Please listen to me, sir. You don't understand anything. Don't you understand what I tried to tell you? You don't understand me. That's the problem. You told me you understand English. If you just call that number, I'm going to give you, and that's okay. What time does bus go? I don't know. Because we don't drive there. You are bus company? We are not that bus company. No, we drive day tours. You don't want my money. I have money. I can pay. That's good. Then you just call the company that drives to that. Yes, it's because I have a dog. Hello. Are you? If you hear me, if you still hear me, the telephone number is 551. Yeah, no problem. Thank you. Hello. Joke. Hvað segirðu? Joke. Já. Þetta var fíflagangur. Þú lendir í einhverjum bölvuðu fíflagangi hérna hjá okkur. Já, ég heit. Þetta er hérna FM 95 Blöð, Pétur Jón Sigfússon og Auðun Blöndal heitum við. Já, það var gott hjá ykkur. Við erum bölvaðir óþokkar. Já, þetta var resandi. Þetta var resandi. Og hún var að verða alveg biluð á tóningum. Já, bara hvað var aðeins? Rít hér með Alone Again. Þið að hlusta á FM 95 Blöð. Við vorum að koma tong hann, virkilega skemmtilegur tong þar á ferð. Það styttist í karaokið og það eru komin einhverjar 80 uppástungur inn á Facebookinu. FM 95 Blöð Facebookið, þið sem eru ekki búin að læka það, endilega, læki. Já, endilega maður, skemmta sig á Facebook. Já, bara kikja á Facebook og læka þetta, FM 95 Blöð. Og þá getið þið tekið þátt í skemmtilegum könnunum og öðru. Já. En það er hins vegar áður fyrir mig karaokið, þá komið að dagskrálið sem er alltaf hér á miðvikudögum. Og það er engin annar en Pétur Jón Sigfússon sem að séru þennan dagskrálið og hann heitir svo mikið sem Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Veitu hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tíman er. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan? Klukkan á staðartíma hér á Klaganum góða er korter í raskatið á þér. Hvað segirðu? Nei, ég var búinn að gleyma þér. Nei, ég er ekki með það. Það datt út hérna. Er klukkan ekki inni? Við erum ekki drullu sama hvað klukkan er hér. Nú er það hann, ertu hættu með klukkuna? Nei, ég er að reyna að bíða eftir. Þetta er að lótast þetta. Konstolti að þannig að mér hérna, já, komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan? Ég heiti Pétur Jón Sigfússon, umsjónarmaður dagskrárliðarins Hvað er klukkan? Rétt klukka hér á Íslandi, Klaganum góða eins og framöðu komið er 12, ég endurtek 12 mínútur yfir 5. Ég þakka kærlega fyrir mig, þetta var Hvað er klukkan? Við verðum hér aftur á sama tíma eftir viku, verið sæla sinni. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Á hressandi klukkan þarna förum við í örstuð skilaboð á meðan við undirbúum karaokið og það verða 2 rosaleg lög hér rétt handa vodni. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bílinn. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 50 daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OB. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval gæðadekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. Skjótu! Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Síminn hittar upp fyrir Airwaves með tónleikum á Factory alla miðvikudaga. Í kvöld spila Stafrænn Hákon, Tilbury og ég. Ókeypis inn meðan húsrúm leyfir. Síminn. Byrjaðu í CrossFit.
Grunnnámskeið á aðeins 12.990 krónur. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. 957. Það er komið að vikulum dagskrárlið sem heitir Karaoke-keppni FM 95 Blö. Það er alltaf á miðvikudögum sem við Pétur Jóhann keppum í karaoke. Við syngjum báðir 90 sekundur af, einhverju lögum sem að hlustendur eru búin að velja. Já. Og svo hringið þið 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnu karaoke-keppnina. Já, þetta eru einfaldar reglur. Hefur verið hér fastur liður bara frá því að við byrjuðum hér að vera á miðvikudögum. Búið að vera hörð keppni upp á síðkasti. Já, ansi hörð. Þú rústaðir þessu síðast. Nei, þetta var nú ekki rústað. 5-2. 5-2 er rúst, jú. Já, og það eru hér inn á Facebookinu okkar búið að velja lög og það var hann Guðmundur Geir sem að vildi heyra Hero með Enrique Iglesias. Já. Og svo hún Svanhildur sem var til að heyra White Wedding með Billy Idol. Þá, sem sagt, ég að taka White Wedding með Billy Idol. Já, þú ætlar að taka Billy Idol og öfunda ég að því ég þarf að taka Sigurpappan, Enrique Iglesias. Þú ræðst ekki á garðina sem er lægstur. Eða við. Æ, þetta eru, þú fær nú samt aðeins skemmtilegra lag, Pétur. It's a nice day for White Wedding. Já, en það er einhvern veginn þannig með öllum lög. Ég kann þau ekki. Nei, en það er... Byrju, hvað var þetta? Ég veit ekki. Sætlanö. Kom eitthvað rugglarinn. Já, gaman að þín. Ok, og ég á að byrja. Já, þú byrja. Og þá ætlum ég bara að gera klárt hérna. Halló, okkur Bergmál og svona. Þetta er stilt. Nei, það er eitthvað klip. Erum við stilt á FM 95 Blö. En sko, ég get ekki sungið ef það er svona Bergmál. The White Wedding. En býttu, herru, við erum í vesinn núna. Af því nú þegar ég tæknum hann, ef að Bergmál og svona, þá eru ömuleg lögin, skilur við. Nei, prófaðu bara. Má ég bara heyra byrjunina og ef þér finnst það ömulegt, þá stoppuðu þau. Það verður alltaf ömulegt, þú heyrir það. Nei, hvaða lag það er að taka aftur? Ég er bara að taka Hero hérna með Enrique. Það er eins og ég stattur inn í einhverja tunnu bara að spjalla. Nei, það er eins og ég stattur í hörpunni. Halló. Þetta er sant, nákvæmlega eins og í hörpunni. Ok, en byrju, viltu hafa þetta svona eða? Hvenær kemur þetta hljóð? Þegar þú hækkar til að spila þegar ég hækka í karaoke-græðinni, þá kemur þetta rugg, sko. En það er potið þetta að laga þetta einhvern veginn. En ertu ekki að fara að taka... Jú, en hvað, ég bara hafa Bergmál undir það? Viltu það? Nei, ég get alveg gert það. Nei, það er ömulegt. Er þetta hana Hero? Nei. Hvernig er lagið? Hvernig er lagið aftur? I can be your hero, baby. Má ég heyra það í Bergmáli? I can kiss away the pain. Við reynum þetta bara, það ekki? Reynum þetta. Ok. Mér finnst þetta reynda búið að gaman. Hættu þessu, nú byrjaði. Let me be your hero. Nei, jú, það var vel gert, maður. Heyrðu, og auka djús í Bergmálið, maður. Já, var það að gefa þess að það? Vá, já, maður. I can win a hero, no baby. Þetta er svo rólegt lag, maður. En vel, þetta var vel executað hjá þetta. Það er alveg sama hvað maður gerir. Þú ert alltaf í góðskapi. Hrósar öllu. En komdu að koma með þér að syngja. Þetta var vel gert. En það er fallegt þér að hrósa. Þú ert góð manneski. Það er komið hins vegar að pjessa. Já, og hann ætlar að syngja Billy Idol, White Wedding. Já. Svo hringja hlustendur inn. Þú færði hann aðeins meira fjör í þínu lagi. Meira fjör í mínu. Og, sko, hérna, býta aðeins. Býta hverju? Ég er að tæma hugan. Ok. Ég er tilbúin. It's a nice day for a... Man veit ekki lengur neitt ógeð, maður. Það er agalegt að hafa þetta Bergmál, maður. Þetta er ríkalegt að vera með þetta Bergmál. Já, það þarf að láta laga þetta hér fyrir, næsta miðvikudag. Sorry, ég þarf að fara hérna smá hring. Hvað segirðu? Ég þurfti að fara hérna smá hring. Já, nú er það undir ykkur komið kæru hlustendur hver vinnur þessa keppni. Það er 511-0957 og... Byrju, okkur finn ég ekki síman hérna. Þetta er allt í rugli. Það er allt í bulli hérna núna. Það er bara þannig. Finnur ekki síman, hann er hér. Já, ég sé hann þarna, en þá getum við ekki hlustað hérna í beinni, maður sjá. Og ég bara, hvernig get ég verið með allt svona gjössanlega lóðrétt niður með hérna, maður? Ói, hvað er byrjandi, maður? Ég elska svona við þetta. Já, hérna er þetta. Hérna er síminn. Ok, ég er að finna hann. Er ekki nóg að segja bara FM 957, góðan dag.
Maður segja, ok, hérna, síminn kominn, hjúkett, ég náði að bjarga þessu, fann símann og, já, sjáum hvað hlustendur segja, opnaðu fyrir símann, hver var þitt atkvæði? Halló? Það hann Pétur, alveg bóðið. Yes, Það Pétur með White Wedding. Það Billy Idol, þú veist, Bergmáli skemmti þetta samt? Já, Bergmáli var fókinn hríkalegt. Já, hríkalegt. Ég meina, við verðum að vinna með þetta bara. Tæknir aðeins að stríða okkur inn á strákunum. Já. Það takk fyrir þetta maður. Takk fyrir. Ok, ég ætla nú samt ekki þetta, þú veist, þetta hefur farið illa fyrir mér hér. Það er 9 Síðan 5 minnsiði. Halló. Góðan daginn. Það er Pétur maður. Það er Pétur maður. Það ekki. Og þetta er okkar í maður. Þú er brinn. Ég heyrði þetta. Hvað segirðu? Veistu hvað kom upp í hugan þegar ég heyrði þetta? Nei. Það hann og Leon C. heyrðu nú góð saman. Já, ok. Þakka fyrir það. Það er aldrei að vita við tökum eitthvað duett þetta við tækifæri. Frábært, ég þarf ekki til að heyra það. En takk fyrir að hringja. Come on, Victor. Það er 2-0 hér og við fáum næsta hlustanda FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver var þitt atkvæði? Herðu, það er Auður. Það er Auður. Auður Blöndal, já. Þarna er einn stelpa sem er að fíla Enrique. Já, þetta var svona silki mjúkt hjá þér. Nei, þetta var ógeðslegt. Hvað meinar þú? Þakka fyrir það. Heyrðu hvað hún sagði? Hún sagði þetta var fló. Já, ég þakka fyrir það, Rós. Ég er búinn að fá 2 atkvæði frá kallmönnum. Þú fær skvísurnar, sko. Það er fyrsta stúlka dagsins. Takk fyrir að hringja. Þær eru til í svona. Takk fyrir. Þær eru til í svona silki mjúkt eitthvað. Svona rólegt og fallegt. I won't hear no people. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Þið voru báðir frábæri, bara munurinn að Öddi söng svo leiðilegt lag, sko. Já, ok. Við erum náttúrulega við veljum lög sem að hlustendur eru eiginlega að velja lögin fyrir okkur. Já, mér finnst bara Billy Idol miklu betri. Billy Idol var góður. Þannig að Pési fær þitt atkvæði. Já, sorry, minn. Ekki máli. Fyrst þú talaði svona fallega til mín. Já, þetta var fallega. Hann kom sér mjög vel að þessu. Já, þetta er eins og þeir segja. Þú ætti að rósa, þú ætti að rakka niður og gefa svo 2 hrós. Já, hann gerði það. Það er eitthvað ný tækni. Herru, takk fyrir þetta. Staðan er 3-1 fyrir Pésa hér í karaoke-keppninni FM 95 Blöð. Hver fær þitt atkvæði? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hérna, ég verð að segja Pétur. Það er Pétur. Já, mér fannst þetta ekki verið að gera sjálfur hjá þetta. Þetta var ekki að gera sig hjá okkur báð. Var Bergmál að eyðileggja svolítið? Já, mér fannst þetta samt skemmtilegt hjá Pétri. Nú, ok, takk Það slapp fyrir hótt svona. Já, hjá Pétri, viðbjóður hjá mér. Ég bara þakka þér kærlega og þetta er kvennmanns, sko, atkvæði. Takk kærlega fyrir það. Ég fóð kvennmanns atkvæði. Jú, það er þannig. Ég fíla ekki rock. Hvað segir þú? Þú fílar ekki rock? Nei. En Pétur gerði það vel. Já. Svona sæmilega. Takk fyrir. Takk fyrir ekkert. Ok. 4. Herra, það er 4-1. Ég get tapað þessu 5-1 FM 95 Blöð. Hver fær þitt atkvæði? Ég verð að segja Pétur. Það er Pétur, já, þetta er búið. Þetta er svo gaman. Takk fyrir, maður. Ég er að vinna þig stærr. Hvað segir þú? Ég segi bara verði þeirra góður. Þú söng bara miklu betur. Yes! Söng hann betur? Já. Já, menn ef ég tapar 5-1 þá get ég ekki farið að þræta fyrir það. Hvað er þetta að vinna? Ég vinn í Sundlaug. Vinn í Sundlaug? Hvað er Sundlaug? Í Mosfellsbænum. Í Mosó, herru, þú voru að skilja hverði í Mosó. Gera það. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, þá er þetta... Ég vann þig stærra heldur en þú mig síðast. Já, og hvað með það, Pétur? Þetta er eiginlega, það er ekki hægt að vinna, 5-0. Hvað hefði þú kostið? Ég hefði kostið þig. Nei, Pétur. Já, ég held, þú er að tala um mig. Hvað hefði þú kostið, kæri hlustandi? Herðu, ég hefði kostið þetta. Takk fyrir það. Ég meina, þegar ég ætla að gefa þér það, mér finnst það ógeðslega flott. Hvernig hefði þú kostið? Þetta. Halló. Blessa. Hvernig hefði þú kostið? Pésa. Pésa, já, ok. Það skoðum við ekki lengra. Það fór 5-1, Pétur rúllaði mér upp. Veistu hvað þetta segir okkur líka? Hvað? Fólkið þarna úti nennir ekki þessum balluðum lengur. Nei, ég veit það. Það vill bara fá eitthvað fútt í þetta. Ég ætla ekki að taka balluðu næst, það er nokkuð ljóst. Fáum hérna Lucy Pearl og Don't Mess With My Man. Má ég heyra það? Svo ætlum við að fara í, já, blössur. Við viljum fútt í. Þetta er ekki fútt. Já, þetta er svona, það er eitthvað svingur í þessu. Á einhverja grættu í þetta, mann. Til hamingju með sigurinn, Pétur. Takk fyrir það. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bræðlaugana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine draugum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af thailensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai.
Canon myndavélar á sérstöku opnunartilboði frá 13.900 krónum. Komdu við í nýrri og glæsilegri verslun okkar í Borgartúni. Nýherji. Ef þú ert hjá Símanum getur þú hlusta á tónlist.is fyrir 0 krónur á miðvikudögum í október. Upplifðu Airwaves með Símanum. Ert þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu til leiks inn á vísir.is. FM 95 blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hér á, Ödda og Pétur, FM 95 blöð með ykkur til 6 í dag og það komið að, svona, enn einu flip símtælunni hjá okkur strákunum. Já, við nennum ekkert að vera að staldra lengi við neitt annað en fíblagang. Nei, og það eitt skemmtilegur karakter sem að við höfum einhvern veginn ekki náð að koma almennilega inn. Já, og mér finnst það skemmtilegur. Já. Og það vinur okkar blessar. Blessar. Já, nefnum að að því hann segir eiginlega bara blessar. Blessar. Þá var ég að spá, ekki skemmtilegt ef ég fengi einhverja blómabúð eitthvað? Blessar. Já, og hann svona slást inn á línuna. Ég bara að panta blóm, ég segi ég sé að fara að halda veislu. Já. Risa veislu. Og þú ert alltaf að reyna að tala við mig. Já. Á meðan ég að tala við, blómabúðina. Ok, þannig að þú ert alltaf að reyna að koma að, bara ertu að það, við kunum þetta, veist, þannig að það séu 2 á línunni. Já. Ok, prófum þetta. Þá komum við... Eitthvað bara hana? Já, akkurat svona, skemmtilegt. Bless. Það byrjar ekki strax. Það er bara svona aðeins liðið á símtali. Bögablóm? Já, góðan dag. Góðan daginn. Herðu, ég ætla að versla hérna hjá okkur blóm. Ég að fara að halda svona veislu, óvænt afmæli. Já. Og ég ætla að svona aðtuga hvað svona, mér langaði svolítið að skreyta íbúðina heima. Já. Hvað svona best að gera? Sko, ég veit ekki við alveg, við erum með, þú getur gert skreytingar fyrir þig, eða körfur, eða vendi, eða hvað sem við. Blessa! Já, ég ætla nefnilega hérna að, kannski bara skemmtilegast að setja þetta bara í nokkra vasa svona. Það vettari? Það ekki sniðugt? Jú. Hvað kostar svona 20 rósir? Blessa! Halló? Einhver hérna að hefa þeirra? Nei. Hvað segirðu? Hvað kostar svona 20 rósir? 20 rósir svona 600. Blessa! Ég heyri ekki þér. 4.600 krónur. Já. Það bara að vera að vanta blóm á liðu. Fyrir 20 rósir? Já. Ok, en svona þið með liljur? Góðlínu sagana. Þið með liljur? Erum við með liljur? Já. Já. Já, en Asna... Það liljur. Hver halló? Ég veit ekki hvað þetta er. Það liljur. Blessar. Er Asnalegt að blanda því saman? Rósum og liljum? Já, þetta er að blanda því saman. Ekki sko. Einhverja fíblastanna hjá þér? Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Nei, það er gælt að maður. Halló? Blessar. Viltu pröfa að ringja aftur? Ringja aftur. Halló, við hvernig er ég að tala? Sko, þú talaði við mann. Ég veit ekkert hver á línunni líka. Já, þú talaði aftur, bless. Þú getur pröfa að ná mig að ringja aftur. Það hvort þetta lægir. Ringi fyrir aftur. Við hvern? Blessar. Er þetta blómabúðin? Þetta er blómabúðin, sko. Ég veit ekkert hvað einhver annar á línunni líka. Blessar. Já, ok, þannig að það er... Blessar. Ég skil ekki alveg. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Þú getur pröfa að... Blessar. Já, Blessar. Ég ætla að reyna að blanda saman þá rósum. Já, geta heilsa, kallu. Halló. Halló. Hæ. Halló. Hver er? Ég er í blómabúðinni. Já, það er í blómabúðinni. Þú ert ekki að tala um mig? Ég pröfa að skella á mig og ringdi mig aftur. Ok, ég ger það. Blessar. Halló. Þetta var þetta gaman. Ég ætla að ringja eftir. Og nú ætla ég bara að tala við hana. Og svo kottum við þá að segja blessa og hvað, bara að skella á kallinn. Bögablóm? Já, halló, við varum að spyrja hérna með blóm fyrir veislu. Já. Ég ætla bara að byrja afsökunar á þessu, en ég veit ekkert hvað þetta var. Já, ok, hann var ekki hjá þér? Nei,
Nei, ok. Ég er einn hérna. Já, ok. Hérna, þannig að það ekkert asnalegt. Þetta kona mín sem á ammali, sko. Já. Þannig að það ekkert asnalegt að blanda kannski bara rósum og liljum. Nei, ég veit ekki hvað þetta í símanum. Blessur! En, já, þetta komið aftur. Já, við erum með hvítaliljur. Hvítaliljur, ok. Og myndi það þá fara vel saman að vera með liljur og rósir? Já. Já, ok. Þá ég að spæja, bara tjekka bara, er það sami kostnaður eða? Blessur! Nei, liljurnar eru dýrari. Hvað segir þið? Liljurnar eru dýrari. Já, ok. Hvað svona góðu vöndur að blanda saman? Halló? Halló? Blessur! Ég veit ekki alveg hversu mikið, sko. Ok. Það eru svo mikið smekksatriði. Ég veit það ekki. Og bara hvað tilbúin að eyða. Veit þetta á það? Ég var blessur! Halló? Halló? Það er ekki bara eina mála, það er blessur! Halló? Já. Hún farin greið. Þetta var æðilegt. Þetta vel grillað. Þarna komum manninum blessaður að... Já, blessur! Þetta var bara svona eðal steik. Það er bara blessur. Æ, greiði stelpan. Hún var bara að reyna að hjálpa mér að búið til blómynd. Já, þetta var æðilegt. Til hamingjum með þetta. Hér með Why I Love You. Það er þetta góð spurning. Okkur elskaði þið, Pétur? Mjög einfalt að svara því. Já, það er enda mjög einfalt með þig. Það er einfalt að svara þeirra spurningu. What's there not to love? Það er hárrétt hjá þér. There's too much to love. Hugsaði maður, hérna, þú veist, það er miðvikudagur. Já. Og veturinn er svona á leiðinni, maður finna það. Já, það er byrjað að hausta, myrkur og svona. Og hérna situr maður. Já. Og því líkt forréttindi, þú veist, ég náði að klæða mig sjálfur í morgun. Já. Ég get fengið mig hérna kaffi frýtt frammið bara. Já. Ég get fengið mig kaffi eins og ég vill. Þetta var fullkominn dagur þegar ég var ekki degi í hálsinum. Ég slasaði með hann aðeingu. Já, talandi það, þá er ég búinn að þurfa að bera á þig tvisvar kælikrem á annað herðaflaðið. Það er eitthvað, þá ferðu úr á ofan, hann er búinn að vera að biðja mig þetta hérna núna á milli laga. Og hérna... Það geta milli allra laga, þetta er búið að gerast því. Á milli, já, og svo ert að spurja, þú veist, af hverju elska ég þig? Það er til dæmis góð og gild ástæða. Af því að þú berðað með kælikrem. Á milli laga er hann búinn að rífa sig úr á ofan sem er nú ekki leiðileg sjón. Fyrir þær konur sem að... Ég næ ekki að það sjálfur. Þess vegna, ok, finnst þér, til dæmis ef við verðum saman í útlöndum, myndi þið illa þurfa að byrja með sólarörn á baki? Við erum ekki í útlöndum. Nei, ég veit að þetta er eins. Við erum í stúdíói, það er ískulda bara eitthvað á Íslandi. Já, það byrja með kælikrem. Já, ég er að bera þau kælikrem. Það er verri lykt af kælikremi heldur en sólarolíu. Mér finnst þetta ógeðslega góð lykt af sólarolíu. Já, ég geði það. Það er enda viðbjóðslega lykt af þessu kremi. Já, þetta er bara svona... Þetta er eitthvað ógeðslega skrítin lykt. Já, minnir mig á eitthvað fjanda. Já, þetta er bara svipuð lykt og vera kælisbreið. Hún er ekkert vond endilega. Já. En það er allavega komið núna að dagskrárliðnum lagið á leiðinni heim. Lagið á leiðinni heim og ég má velja? Nei. Ó, varstu búinn að velja? Já, búinn að velja. Það er einhver önnur rockballaðan vantarlega? We got so flow. Það er alltaf með einhver handboltarrock í þessu. Sko, það er ástæð. Það fyrir Aron Pálmarsson og vinnið þína. Já, þetta er kjulli Aron Pálmarsson, hann er nú meittur greið sjálfur og ef hann er að hlusta þá sendu við bara áttu kveðið til Kíl. Er hann meittur? Já, hann er meittur greið. Hvernig meittir sig? Æ, Lilli Múrist er meittur á Olboa. Hvernig meittir sig, Lilli? Nei, meittir sig á Olboa, Lilli Káku. Lilli Kjulli er búin að meða sig. Hæ? Já, hann er eitthvað meittur. Og hvernig var þetta bara eitthvað svona sem að gerist heima hjá hann? Nei, ég held hann að meðst á æfingu. En hann er allir að koma til sann og já, við sendum bara til kveðið til Kíl en það er eins og að koma á leiðin heim og uppáhalds íþróttamæður minn í heiminum í dag. Akkur sendu við ekki bara einhverja skvísu til hans? Baráttukveður. Bara með VAR. Já, ég veit það. Hún er með alveg rullu saman með einhverju baráttukveð. Já. Senda bara einhverja skvísu til hans. Já, til að nutta á hann málbón. Akkur ekki? Já, það er bara, þetta er góð pæling hér. Við erum stórstjórnur hérna á Íslandi með og við getum bara senda einhverja skvísu hann út mann. Það er ekkert annað. Má ég kynna lagið? Hvaða lag? Lagið á leiðinni heim. Já, næsta handboltarokk hér er eitthvað. Uppáhalds íþróttamæður minn í heiminum á afmæli í dag, hann er 27 ára og þetta er uppáhaldshljómsveitin hans. Hver Wayne Rooney á afmæli í dag. Vá, til hamingju. Og hans uppáhaldshljómsveit er Stereophonics. Þess vegna ætla ég að hafa Stereophonics í laginu á leiðinni heim. Ég á ekki til orð. Þetta lag heitir Handbags and Gladrags og er í byrjunni á Office sem eru bestu þættir allra tíma. Já, frábæri þættir. En þetta er hrikalegt lag. Hættu þessu. Ég vil fá... Já, þetta er að skera.
Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Stafrænn Hákon, Tilbury og ég á Faktori í kvöld. Síminn. Stöð 2 bíó í kvöld, 10 bíó. Gamanmyndin Sideways. You're getting married on Saturday! Stöð 2 bíó fylgir frítt með áskriftarstöð 2. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. FM 95 Blöð með ykkur á þessum miðvikudegi, ekki mikið lengur, klukkan fyrir að verða 6 og Rikki G, eða Ríkharður Daðason eins og Pétur Jóhann kallar hann, mættur inn í stúdíóið. Ég hef séð Ríkharð Daðason, þú veist ég minna hann spilaði með okkur fyrir íslenska landsliðið og svona. Já. Hann rosa mikið breyttur. Já, Rikki G er eins og Rikki Daða, ef þú myndir taka Rikka Daða og þjappa hann saman. Af því hann er 2 metrar, Rikki er ekki hár í lofti en svona meiri kökkull. Þetta er gott form núna, sér hann. Hann er new version. Já. Hann er version 2.0. Fyrir ykkur sem að hlusta og sjáu þið ekki Rikka G núna, þá get ég sagt ykkur það. Hann er í virkilega flottum ból sem að stendur á Urban Outlaws og það er svona glimmer í honum. Flottu detail, Rikki, þetta er glæsilegt hjá þér. Þetta er svakalegt. En við endum alltaf þáttinn á að fara yfir dagskrána á stöðu 2, en ég ætla reyndar ekki að fara yfir dagskrána á stöðu 2 núna því að ég er spenntari fyrir dagskrána sem er á stöðu 2 Sport rásunum í kvöld og það er meistaradeildin, en það er Hringtorg sem að... Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs-appið í síman. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það er Hringtorg sem að býður okkur á dagskrána og ég ætla bara að minna alla á að það er meistaradeildin í kvöld og það er búið að selja hana þátt bara í sponsbar í drasl fram og tilbaka, út og inn. Nei. Þetta er hressandi og það er hérna, skal ég ykkur segja, Manchester City er að spila við Ajax í kvöld á útivelli en aðaleikur kvöldsins er að sjálfsögðu Dortmund á móti Real Madrid og persónulega ég að horfa á þann leik. Það leikur ekki, ég sá þarna Barcelona og það. Já, Barcelona vann á síðustu mínútinni í gær og Manchester United lendi 2-0 undir og unnu 3-2. Þú varst glaðið með það. Já, mjög ánægð með það. Það þarf stundum ekki mikið til að gleðja vitleysingar svo mig. Þetta var samt töluvert afrekjöðum og það er mikið og þú mátt alveg vera glaðið með það. Já, þakka fyrir það. Ég var líka mjög glaðið með það. Og Wayne Rooney, ef þú ert að hlusta, aftur til hamingju með afmæli, 27 ára í dag, þessi snillingur. Hvað ætlar að gera í kvöld fyrir utan það að horfa á fótbolta? Þú ert að drepast í Hærðablaðinu? Já, ég ætla reyna ekki að koma bara vel fyrir heima og horfa á meistaradeildina. Já, er einhver þarna úti sem er góðu nuttari að er að gera að setja sig í samband við Auðun Blöndal á Twitternum eða Facebookinu eða MySpace eða whatever. Nutta nýtt herðablað á þennan unga mann. Getur þetta að skoða nutt á morgun en við Pétur þökkum okkur. Akkur ekki nutt í kvöld bara. Af því ég er ekkert að fara að fá ykkur heim til að nutta með Pétur. Akkur ekki? Af því. Hvað menn? Það er bara eitthvað af því? Það er jafnastilegt á hljómar. Eitthvað HP-nutt? HP? Nei, ég veit ekki. Er ekki eitthvað hans aðeins, getur ekki öllum máli. En okkur viltu ekki, finnst þér það eitthvað kjánalegt? Að fá eitthvað heimtið mín til að nutta mig? Ég er ekkert endilega að tala um eitthvað kona. Má alveg vera bara einhver... Já, það ætti að vera lærðu nuttari. Lærðu nuttari? Já. Ég skal bara skoða þetta í kvöld. Takk hjálpa fyrir hlustun. Þú ert á alltaf eins og miðlum ekki Twitterinu og því. Jú, ég er á Facebook. Já, ég er á Ég minna þú þetta drepast í herðablaðinu og öxlinu. Það er alveg rétt hjá þér. Ég er mittur. Það þarf að ná þessu úr þér. I have injuries. Ég nenn ekki að koma hérna á miðvikudaginn eftir viku að bera það í kærleikrem. Nei, þá er þetta orðið gott. En við Hjöppi verðum mættir hér á morgun klukkan 4. En hvað ætlar að gera í kvöld? Tekja því, takk ég vel á mútið Rikka. Hvað ætlar að gera í kvöld? Mættir í stúdíóð. Ég var að segja þér, ég ætla að horfa á meistaradeildina. Já, fyrir utan það. Það eru 2 leikir. 2 leikir? Já. Og svo þegar þeir eru búinir, hvað gerir þú svo? Ekkert annað? Bara að sofa? Já, ég horfi bara eitthvað... Hvað með Grey's Anatomy? Tekur á leigunni bara? Ég horfi ekki á Grey's Anatomy. Hvað mennur? Af því ég er ekki með kvennmann heima sem stjórnar dagskráninni. En Two Broke Girls? Two Broke Girls? Já, þú ert að fara að horfa stöðu 2 í kvöld, heyri ég. Two Broke Girls. Ég veit ekki hvort það er í kvöld. Já, vanginu það. Hvort finnst þér þetta góðið þættir eða er Sigrún að tala í gegnu þig? Hvað? Two Broke Girls og Grey's Anatomy. Ég bara fíla þess að þetta er bara vel skrifa og vel leikið og gott plott í þessu. Hvað er það? Akkur eru það flissandi við því hér? Þá eru það þið stelpunar og Pétur þið horfið á Two Broke Girls og Grey's Anatomy í kvöld. Mistur ákveðinu kíkjum á meistaradeildina. Pétur, takk aðeins fyrir daginn. Alltaf gaman að vera með. Ætti ég kannski að ná í raddbreytitækið, bara hlaupa fram og taka smá kvikki. Ég tók ekkert í dag. Það var ekki fínt. Það gefa raddbreytinu smá pási í dag. Ok, þá eru bara 2-faldur skammtur næsta miðvikudag. Ok, tjekka því. Takk fyrir hlustun í dag.
Já.